stofunni hérna. Það er náttúrulega það sem ég er búinn að vera að segja hérna sko, að í samtölu leiguna sko, hvað það á að taka hvort sem svona taka það af hérna einhverjum aðeins sem er að leigja bókaflossi eða sveitarfélag. Einhvern veginn þarf að sko í samtölu einhver stað verðist peningar teknir frá og einhver stað gjald þess og ég hef ágjör á sjómönnunum í þessu. Nú, ég langar bara að nota tækifærið þetta líka núna út af því að þið eru hérna. Ég sé að Birgitta er hérna líka og þið tvö hérna að bara við erum hérna í Reykjanesbæ, þetta er bara góður að gera þessar pælingar ykkar og bara besta mál en bara bendi ykkur á að þið getur kannski aðstoða okkur svona í þeim verkefni sem við erum að vinna að hérna í Reykjanesbæ og hérna að Suðurnesjum. Mér langar svona bara að nota tækifæri hérna að þetta eru hérna sem sveitarstjórnarmaður og þetta er náttúrulega stórt mál allt þetta sjálfvirknismál. En við erum náttúrulega að vinna hérna í því að reyna að koma hérna Kísiveri og Álveri og við erum núna hugsanlega búin að koma að stað hérna. Hvað er nú bláu sviðið núna? Hefur við ekki að tala þetta sem við erum að tala hérna? Við erum að koma hérna, fiskeldisfyrirtæki út af Reykjanesi á stærði 7 fótboltavelli sem á að fara að byggja, sólkola, eldi, bara mjög flott, gagnaðarveiði, komið af stað. Og bara okkur vantar svona þessi í sambandi við Álveri, okkur vantar að klára það dæmi, þá aðstoða ykkar í þau mál. Það er engin hægt að við gafum Bara aðeins svona, Það er komið nóg af álverum. að þegar maður komur hingað á fundin hjá okkur, að þegar við erum hérna, þetta er fyrsti liður að mæta hérna. Já, það hefur verið rætt hérna skaðabótakröfur ef að vera að gera breytingar á kerfinu. Ég held að það séu óumdeilt, jú, meðal fræðimanna ef að framkvæmdir eru teknar af núverandi handhöfum og færðar einhverjum öðrum án endurgjalds að þá muni skapa skaðabótakrafa. Hins vegar greinir fræðimenn mjög á hvort skaðabótakrafa skapist ef að eru gerðar breytingar á kerfinu og núverandi handhafar eru bara jafnvel settir og allur annar almenningur, að þá skapist ekki skaðabótakrafa og það eru margir fræðimenn á þeirri skoðun. En það sjálfsagt mun aldrei vera leyst nema fyrir dómstólum. Nú, það hefur verið talað hér ríkisstyrk. Við hjá SFU höfum valið að kalla þetta samkeppnislegt forskot sem mönnum er fengið og er kannski aðalástæðan fyrir því að við leggjum áherslu á það að markaðsverð verður látið ráða í beinu viðskiptum með fisk eða allir fiskur einfaldlega fari á fiskmarkað og fjárhagslegum aðskilnaði verið komið á milli veiða og vinnslu. Svo menn gerir sig grein fyrir því hvað er ræða þá er eins og þið vitið tvenns konar verðlagning á fiski, það er annars vegar markaðsverð og svo það verð sem er í beinu viðskiptum og hefur verið kallað verðlagsstofuverð og á þessu verði er gríðarlegur munur, 30% ekki óalgengt. Nota til að lækka laun sjómanna? Já, það veldur því að sjómenn fá lægri laun þó svo þeir séu að vinna á nákvæmlega eins skipum og með nákvæmlega sömu aflasetningu og hafnargjöld verða mishá á þessi skip. En það sem við horfum á er það sem gerist í vinnslunni, að við erum annars vegar með vinnslu sem er að kaupa inn á markaðsverði og hins vegar á verði sem er í beinu viðskiptum. Og svo menn bara setja það í samhengi hve háar fjárhæðir er að ræða, að þá samsvara þetta öllum vinnulaunum í fiskvinnslunni, þessi verðmunur. Þannig þá má ég að segja að framleiðslukostnaðurinn í þeirri vinnslu sem er að kaupa allt á fiskmarkaði er hærri sem nemur öllum vinnulaunum í vinnslunni. Og þetta er megin ástæðan fyrir því að við viljum koma á fjárhagslegum aðskilnaði veiða og vinnslu og markaðsverð verður látið ráða í beinu viðskiptum þegar að vinnsla og útgerð er á hendi sömu aðila. Og ég bendi bara líka á 14. grein samkeppnislaga sem segir að þegar annars vegar er að ræða fyrirtæki sem að starfar í skjóli nokkurs konar einkaleyfis eða verndar, opinbers einkaleyfis eða verndar og með annan hluta í frjálsri og opinni samkeppni, að þá hafi
Samkeppniseftirlitið heimild til að kveða á fjárhagslegan aðskilnað þarna á milli. Og við getum alveg fært fyrir því góð rök að, útgerðarhlutinn nýtur nokkurs konar einkaleyfisverndar í úthlutun aflaheimilda sem eðlilegur hlutur því að við erum að tala takmarkað auðlind. Hins vegar fiskvinnslan og hefur verið í algjörlega frjálsri og opinni samkeppni og þetta megin ástæðan fyrir því að við sjá fjárhagslegan aðskilnað þarna á milli og markaðsverð í öllum viðskiptum með fisk. Takk fyrir það og nú erum við komin aðeins fram með tíman. Ég ætla að gefa þó tækifæri til að segja nokkur loka orð. Markbúið að spila þetta leiguverð? Já, ok. Það er markbúið að spila þetta leiguverð og þannig að það alveg hrein að þú væri alltaf heimildur á markaði þá verði verða til 300 krónur að taka ofan og þetta er ekki 170 krónur en ég er staðið til þessu krónum það ef ég er staðið til bóða að leigja núna ríkinu afhendur á 170 krónur í þorski þá myndi ég hoppa hæðinu lottu það er ég þó ekki mjög fyrir maður ég myndi hoppa hæðinu lottu og fara strax ekki út af það Það er líka að lækka laun sjómann 170 krónur. Nei, alls ekki, en ég náttúrulega... Þú líka ekki að þau... Ég finnst ekki að það er ekki Hann er með orðin núna. Jón Gunnar með orðin núna. Má ekki taka leigu. Já, eitthvað séður að þá myndi ég ekki hika að taka þetta vegna þess að eins og verðið yfir daga þá er þetta rétt rúmlega kostnaðarhlutur sem maður færi að taka þetta verð. Ég þurfti að lækka mín eigin laun að einhverju leyti, það er alveg rétt. En mér finnst staðan í dag að þá myndi ég samt að fjandi bótt upp úr þessu. Hitt er annað, ég myndi aldrei bara að leigja á 170 krónur að veita það, þannig að hann hefur ekki rétt til þess að vera að rukka mjög þetta gjald til aðnægt á auðlindinu. En það er alveg rétt að þetta er alltaf hátt verð, en það verðið yfirðar svo hátt á markað. En ég sem trillutak myndi hafa fjandi gott og til að veita afleiðum fyrir 170 krónur og myndi færi það miklu frekar heldur en að stunda stranda og taka 650.000 á dag. Getum ekki miðað þjóðina hún verið trillutakka. Það er ekki hægt. Þá ætla ég að byrja Þórunn að segja með nokkuð loka orðaðum í slíkum fundinum. Já, mér langar bara að taka fyrir þennan fund. Ég hef haft mjög gaman að þessu og ég held að þetta hafi verið málefnalegt og góð samræðaði máli. Við ákváðum að hafa þennan fyrsta fund hérna í Reykjanesbæ einmitt sérstaklega vegna þess að hér hefur atvinnu ástandi verið bágbornast af öllum öðrum stöðum á landinu og við teljum mjög mikilvægt að menn komi sér að samkomulagi um það hvernig á að byggja upp atvinnulíf hringinn í kringum landið. Íslendingar kunna að veiða, verka og selja fisk. Hér eru hafnir til reiðu, hér eru fiskverkunarhús til reiðu og hér er þekkingin til reiðu ef að menn vilja varðandi þetta. Það gegnir allt öðru máli alls konar annars konar iðnað eða erlenda fjárfestingu eins og til dæmis álver sem eru bara einfaldlega dýrustu störf sem að hægt er að búa til. Það eru störf í álveri. Og taka mjög langan tíma þó að þau skapi ákveðið atvinnuöryggi sem er náttúrulega kosturinn við það að þá hefur ekki gengið sérstaklega vel með atvinnuuppbyggingu hvorki hér né annars staðar í kringum landið og sveitarfélög hringinn í kringum landið hafa einfaldlega spilað rassinn úr buxunum. Ég bý sjálfur á Álftanesinu og við fórum á hausinn út af einni sundlaug. Þannig að þetta er bara alþekkt vandamál að sveitarfélög í miklum vandræðum og þetta frumvarp myndi skapa sveitarfélögum miklar tekjur, gera þeim kleift að bjóða upp á miklu betri þjónustu fyrir íbúana heldur en áður og það er það sem að skiptir máli. Og þau sveitarfélög sem að fengju hlutfallslega mest úthlutaðan kvóta með við veiðireynsluna frá 1991, þau myndu einfaldlega bjóða upp á miklu betri þjónustu, hvað var það skóla, leikskóla og afbúnað fyrir aldraða og þess háttar. Og þannig myndu þau líka laða að fólk og tryggja byggð hringinn í kringum landið. Þetta er sjónarmið í þessu frumvarpi sem að mér þykir einna vænst og mér langaði bara að koma því svona á framfæri í lokin og takk ykkur svo fyrir. Já, þá ætlum ég að slíta þetta með að þakka öllum bara kærlega fyrir að koma og takk fyrir umræðuna. Þetta er bara mjög gagnlegt að heyra í ykkur og gaman og bara takk fyrir okkur í dag.